Komið sæl og blessuð og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Gestur þáttarins, það ýmislegt sem hann hefur gert og hún fer að nálgast mávana því hún að læra að fljúga. Hún ljósmóðir og hefur gert ýmislegt skemmtilegt. Málmfríður Stefanía Þórðardóttir. Málmfríður, velkomin. Takk fyrir. Ég var að velta fyrir mig hvort ég hefði sagt Málmfríður. Já, það er ekkert ólíklegt. Nei, en þú heiti Málmfríður. Málmfríður, já. Málmfríður Stefanía Þórðardóttir. Já. Kemst þetta fyrir hjá Þjóðskrá? Nei, reyndar ekki. Í skráningunni? Nei, reyndar ekki. Ég held að seinni hlutin af föðunafninu detti út. Já, það einhver ákveðin stafafjöldi sem þeir hafa? Já, Þórðar D. Ég held að náðu ekki lengra. Náðu ekki lengra. Hvaðan þessi stóru nöfn? Foreldrar mínir eru af Jökuldalnum. Mamma í Holtastaðaþinghá og flutti ung í Jökuldalinn og pabbi þar fæddur og uppalinn. Og það voða mikið stór nöfn á Jökuldalnum. Já, þetta stórt nafn, Jökuldalur? Já, stórt nafn og já. Og þau eru þaðan, já? Já, þau eru þaðan og flytja hingað til Akureyrar 1960 eitthvað. Bara áður en að þau fara að eiga okkur systur. Já. Og hafa ekkert farið tilbaka. Það var bara svona í frí. Já, heimsóknir. Já. Þú ert ljósmóðir. Já, ég hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir. Það fallegt starf. Bara talið og sagt. Já, fallegasta íslenska orðið. Já. 2 sinnum kosið það. Já. Sko, hvað dróði í þetta? Þú náttúrulega þurftir fyrst að læra hjúkrunarfræði. Já, það nú smá saga bak við það. Já. Ég ætlaði mér alltaf að læra þýsku. Ég hafði verið í skiptinum í Þýskalandi þegar ég var í menntaskóla og var alveg klár því að fara suður og læra þýsku. Svo fyrir 4. árið í menntaskólanum þá fer ég að vinna á spítalanum fyrir tilvílum, bara við gangastörf og ýmis svona eldhússtörf. Og þegar ég byrja þar, þann fyrsta daginn minn í vinnu, þá kemst ég óvæntæði að ég er ófrísk, 19 ára. Og fyrst var það mikið sjokk og áfall og þetta var alls ekki plönuþungur. Og þá varst í skóla bara, ekki? Já, ég var bæði bara í menntaskóla. Ég og kærastinn minn í AFM og byggum bara heima í foreldrahúsum og vorum alls ekkert að fara að eiga barn, Og ég byrja að vinna semst á fæðingardeildinni og er ófrísk og þetta var sjokk í byrjun, ég viðurkenni það. En ég var mjög fljót að aðlagast hugmyndinni og bara fannst þetta svo fallegt starf og bara svo spennandi og fjölbreytt hjá þeim. Fylgdist mikið með og upplifði þetta svona, var þarna í ganga vinnu og þríf eftir fæðingar og svona. Þannig að eftir þetta sumar þá var ég bara búin að ákveða það að ég ætlaði bara að fara í ljósmóðurfræðina. Já. Þannig að það má tengja þetta tvennt saman. Ófrísk, ung stelpa. Já, þetta var bara tilviljun. Að ég kynnist þessu starfi. Algjör tilviljun. Já. Og þú veist í hvað skóla sagðirðu? Menntaskólanum. Menntaskólanum? Já. Þú klárar hann þá bara? Já, ég geng með stelpuna mína, dótturinn okkar fæði hann í mars. Var ólétta stelpan í menntaskólanum og vakti mitt að Þú ert ólétta stelpan í menntaskólanum? Já. Þetta var ekki, þetta var ekki á hverjum degi? Nei, ég held ég hafi verið ein þetta árið. Já. Og ég hekk samtali mikinn stuðning og mikinn stuðning frá kennurum og samnemyndum. Já. En það gekk mjög vel. Og svo þegar hún fæddist í mars þá mætti hún með mér í tíma. Er það? Já. Auðvitað þurftur þú náttúrulega að hafa hana, já. Hún satt með mér bara og satt í bílstól og svaf. Sverrir Páll var oft með henni tíma. Hún truflaði ekkert. Átti hún þá ekki marga mömmur hérna? Jú, allir bekkurinn tók þátt í þessu. Þau heimsóttu mig öll upp á fæðingardeild. 27 stykki. 27 stykki? Já. Það var mjög gaman og ég man eftir að ljósmæðurnar sögðu bara, starfskynning hérna, hvað allt þetta fólk hérna? Þetta ekki hugar í heimsókn hjá mér. Já. En það var bara æðislega gaman og þau tóku fullan þátt í þessu og ég man að þau gáfu mig barnavagn. Þau söfnuðu fyrir saman og lagðu í búk og gáfu mig barnavagn.
Nei, en fallegt. Já, mjög fallegt. Já. En svona áfram með þetta? Já, svo bara held ég er við í fríhjarnum sumarið og skráði mig í hjúkrun, byrja í því haustið, þá var bara dóttir mín 6 mánaða gömul. Og þá ertu komið suður? Nei, það var hérna fyrir norðan, Háskólanum Akureyri. Háskólanum Akureyri? Já. Ég held, auðvitað. Já, ég sem sagt klára það nám 97. Þá er ég búin að eignast aðra stelpu og þá ákveðum við hjónin, eða ég voru nú ekki gift þá, að gera eitthvað annað, gera eitthvað nýtt og fluttum á Siglufjörð. Á Siglufjörð? Já. Ég réði mér vinnu þar á spítalan og hann fór að kenna. Hann var leiðbeinandi í upphafi í grunnskólanum á Siglufirði. Já. Hver er maður þinn? Hans Rúnar Snorrason, hann er grunnskólakennari. Og vinnur hvar þá? Hrafnagilsskóla. Við búum þar. Þið búið þarna fremra? Já. Og þetta var alveg ofsalega góðu tími á Siglufirði. Við vorum bara stukkum til Djúpulaugina. Ég vissi ekkert hvað ég var að fara að gera. Mér var bara réttir lyklarnir og ég átti bara að bjarga mér. Og með 40 sjúklinga. Og þetta gekk ótrúlega vel. Maður bara reddaði sér. En það var líka svona öðruvísi, það var mjög mikil einangrun þarna þá. Þetta var fyrir göng og oft óveður og maður komst ekki úr bænum, flóð, snjóflóð, drulluflóð og já. Og svo náttúrulega vorum við erfiðleika með barnapössun. Við björguðum því, fengum okkur bara auparstelpur sem voru hjá okkur. Og við redduðum okkur alltaf. Sko, varstu orðin ljósmóðir þá? Þarna er ég hjúkrunarfræðingur. Þarna ertu hjúkrunarfræðingur? Já, þarna er hjúkrunarfræðingur og við tókum þátt í mjög skemmtilegu verkefni hérna á Siglufirði. Það komu flóttamenn árið 2000 frá Júgóslavíu, 50 stykki og við tókum að okkur heila fjölskyldu, svona stuðningsfjölskylda. Já. Það voru hjón með 6 börn og þau mættu bara og þá var flogið með þau til Siglufjarðar og lent þar. Og ég man bara svo ljóslifandi hvernig þau stigu út úr vélinni, þau voru með sikkvora ferðartöskuna. Fyrir alla fjölskylduna? Þetta var aleigan þeirra. Og þau voru búin að vera í flóttamannabúðum í mörg ár og eignast 3 börn í flóttamannabúðum. Þar? Já. Og við þurftum að kenna þessu fólki svolítið bara að lifa. Þau áttu ekki tannbursta, kenna þeim að þrífa sig, kenna þeim bara á samfélagið og þetta var mjög svona sérstakt og þetta var mjög gefandi og skemmtilegu tími. Og þarna var ég búin að taka kennslufræði frá Háskólanum Akureyri í fjarnámi og ég var svolítið að kenna líka svona heilbrigðisfræðslu. Búin að taka kennslufræði? Já. Þú er búin að taka það með svona aukalega? Já, ég gerði það. Ég var að kenna alltaf fyrir Rauða krossinn þegar við byggum þarna. Já. Og fara inn í grunnskóla með einhverja fræðslu og svona. Þannig að þá hefur þú séð í rauninni við hvaða kringumstæður þetta fólk þurfti að lifa? Algjörlega. Og bara það var svona margt sem var ekki viðurkennt í okkar samfélagi sem þau gerðu, bara eins og að flengja börnin sín og svona. Þannig að maður þurfti að kenna þeim svona grundvallar atriði í okkar íslenska samfélagi. Tók þau því vel? Já, mjög. Ég gerði það. Er þetta fólk enn hér? Já, þau fluttuðu til Keflavíkur og við höfum alltaf í samskiptum við. Já, þið eru það? Já, bara yndislegt fólk. Já. Og bara vinnur okkar. Já, það er vinnur ykkur, já. Heyrðu, þú ert hjúkra á Sigló. Já, og svo eftir 4 ár þar þá ákvað ég að fara ljósmóðurfræðina því að það var minn draumur að fara og læra ljósmóðurfræði. Þá var komin tími til að láta hann rætast. Og þá þurfti ég að fara í fjarnám frá Háskóla Íslands. Það var fyrsta skipti sem að búið upp á fjarnám og ég bara skráði mig í það. Þá var ég búin að eignast 3. barnið, drengur sem ég fæddi á Sigló. Það var gaman að segja fyrir því að því að við vorum að tala óveðri á Siglufirði að ég fæddi hann á Siglufirði vegna þess að það var ófært. Annars hefðir þú komið hingað? Já, allavega, það var planið sko. Já. En það var ekki hægt. Þannig þú fæddir hann þar? Já, og það gekk bara vel. Já. En svona er þetta á þessum litlum stöðum. Já. Já, og þarna fer ég sem sagt þar ég að fara margar ferðir suður. En ég er í fjarnámi og í vinnu og með þessi 3 börn og maðurinn minn var líka í námi, hann var brjálæði að gera hjá okkur. En það bara gekk svo vel og það var svo skemmtilegt nám og bara ótrúlegt hvað það gekk vel. Og ég sem sagt klára fyrra árið þarna og eftir það ákveðum við að flytja inn á Hrafnagil því að maðurinn minn fékk kennararstöðu. Já. Hjá Kalla Frímanns. Og við fluttum
og erum búin að búa þar síðan. Já, já, og hvernig kláraður þá þessi fræði í gegnum fjarnám? Já, ég þurfti að fara... Fyrir náttúrulega, já, með ferðirnar sem... Ég þurfti að fara 17 ferðir manni suður hérna á seinna árunum mínu. 17 ferðir, já? Já. Ég gerði samning við flugfélagið. Þannig ég fekk eitthvað sem afslátt. En ég kláraði sem sagt námið og ræði mig til ljósmóðurstarfa við sjúkrahúsið 2003 og heilsugæsluna líka 1 dag í viku og svo fór ég að vinna sjálfstætt mjög fljótlega. Hvernig, hvað ertu að gera sem sjálfstætt starfandi ljósmóður? Fæðast ekki allflest börn bara á sjúkrahúsinu eða? Sko, flest börn fæðast á sjúkrahúsinu en það er svona 3% barna sem að fæðast heima. Þegar konur kjósa að fæða heima. Já. Ég er semst að við verið að sinna í mínu starfi heimaþjónustu eftir fæðingu þegar konur kjósa að fara að snemma heim og fá þá þjónustu ljósmóður og það getur verið bara út allt Norðurland sko. Já. Keyra mikið í þessu starfi. Og svo þessa heimafæðinga sem ég byrja að sinna 2006. Þá hafði ég sjálf fætt mitt barn heima, 4. Fjórða barni? Áttu 4 börn? Já. 4. barnið mitt fætti ég heima, fætti í Hrafnagilsskóla 2004, bara í kennaríbúð þar. Bara heima í kennaríbúðinni? Já, það gekk bara vel. Já. Og 2006 þá fer ég að sinna þessu með hinni vinnunni. Og þetta, ég er búin að enda í sko ótrúlegustu ævintýrum kringum sem heimafæðingar. Það er bara, ég hef verið að keyra sko, taka allt Norðurlandið, keyra Hofsós, Sauðárkrók, Ólafsfjörð, Siglufjörð, Dalvík, Eyjafjarðarsveit. Og ég er náttúrulega alltaf að stökkva upp úr rúminu miðja nætur því að konur eru gjarnan að þessu á nóttunni. Já, það. Og keyra eitthvað og ég hef ekki alltaf náð. Ég 3 sinnum ekki náð í fæðingu. Og hvað gerist þá? Þá er bara barnið fætt. Þá er það bara komið í heiminn? Já, pappinn bara stígur hann inn og tekur á móti. Tekur á móti, já. En í þessum fæðingum þá, veist, það gengur allt svo vel. Veist, það er ekki tíminn fyrir neinu vandamál og þau bara koma sjálf. Og ég er á leiðinni. Ég var eitt skipti var reyndar, kom ég alveg 20 mínútum of seint. Það var í Hofsósi, það var bara fljúgandi hálka. Ég komst ekki hraðar. Og eitt skipti á Siglufjörð, þá var ég 3 mínútum of sein. Og ég var eitthvað að hægja á mér í göngunum á myndavélar og ég var hefði kannski betur bara Já, það var myndavél í göngunum. Já, og ég var 3 mínútum of sein. Já, 3 mínútum? Já. En sko eins og þegar þú kemur 20 mínútum of sein, hvernig er staðan? Klippir pappinn á strenginni eða hvernig er þetta? Nei, ég vil bara bíða þig. Hann bíður bara? Og það er bara allt í lagi. Það er allt í lagi? Já, ég bara bíða. Og ekkert að gera við barnið eða neitt? Nei. Það bara þurrka því. Já, bara þurrka barnið. Og ég vildi verið bara með skoða á í símanum. Já. Þú veist að þeir eru þá... Hvernig maður þarf að sjúga upp úr börnum? Nei. Ekkert svoleiðis. Þau gera þetta bara sjálf. Já. Þetta eru alltaf heilbrigðar konur í heimafæðingum og maður er búinn að sigta úr ef það er eitthvað svona sem maður hefur áhyggjur af, þá eru þessar konur ekki að fæða heima. Já, þannig að þú sérð það. Þú sérð að það er kannski möguleiki eitthvað gerist. Ég hef búin að hitta það margoft áður, kynnast þeim og það er ástæðan fyrir þessum heimafæðingum, ástæðan fyrir að konur kjósa heimafæðingar, það er þessi samfellda þjónusta sem er í boði. Þú veist að hitta ljósmóðurina fyrir, þú veist að hún kemur, hún verður með þér, hún mun sinna þér eftir fæðingu. Já, sama kona. Alltaf sama kona og það er engin vaktaskipti. Já. Þú veist, ég klára þetta út af 2 sólarhring. Sko. Alveg sama hvað tími er. Já, alveg sama hvað tími er. Já. Þannig að það er það sem að konur eru og fjölskyldur eru svona sækjast eftir og vera svo í sínu umhverfi, veist, með þá í kringu sem þau kjósa. Já. Og ég er náttúrulega eins og ég er búin að lenda í því að eitt skipti var sko brjála veður, þannig að Öxnadalsheiðin var ófær, þá komst ég ekki. Þannig að ég þurfti bara að kalla út ljósmæður á Króknum og hún var bara að fara. Og hún var að fara, já? Já, og önnur þeirra var nú, þær fóru 2 saman, önnur var nú konu eftirlaun. En við sko sverjum ljósmæðraeið og í honum felst að þú verður að sinna konu í barsnuð. Þú mátt ekki neitt henni. Það er svona eiður, já. Og þó sért ekki í vinnu. Alveg sama, þó sért í sumarfríi eða hvar sem ef eitthvað svona kemur upp. Þá verður að sinna. Þetta er svona læknaeiður. Já. Og það er bara þannig, eins og ég kemst ekki þarna, þannig að þá verður bara að kalla í næstu ljósmóður og hún bara fer og sinnur. Hún fekk ekki laun fyrir, ekki krónu. Nei. En það skiptir engu máli, við náttúrulega bara, það þarf að gera þetta og maður náttúrulega bara, þetta er neyð og maður sinnir því. Þegar ég
eignast mína dóttur sem jafngömul þér, þá mátti ég ekki vera viðstaddur. Nei, þetta breytt. Núna taka ég jafnvel feður móti heima. Já. Og svona einstaka inn á spítala ef þeir ganga hart eftir því, þá geta þær fengið það. Líður yfirmenn? Já. Já. Við látum það bara liggja. Engan tíma til að sinna. Þeir ranga við sér. Já. En sko, þú náttúrulega eftir orðið vöðan. Hvað hefur þú tekið á móti mörgum börnum? Veistu það, manstu það? Nei, ég hef ekki hugmynd um það. Hefur það ekki skrifað? Nei, jú, ég byrjaði. Ég hætti að skrifa ég koni 300. Ég náttúrulega tekið á móti einhverjum 60 heima. Og svo náttúrulega ég búin að starfa svo mikið út á landi á litlu stöðum, Ísafirði, Vopnafirði, Norðfirði. Ég hef ekki náð að halda því og svo náttúrulega erlendis. Ég unnið svo mikið erlendis. Þú hefur verið á Grænlandi? Já, ég hef nokkuð þar. Og af hverju ferðu þangað? Bara svo gaman. Þetta svo yndislegt land og stórbrotið og stórfenglegt. Og við fórum þarna fyrir nokkrum árum, þá kom neyðarkall frá þeim rétt fyrir jól. Og það var, ég var bara beðin að koma í lítið þorp í Suður-Grænlandi yfir jól og áramót. Já, bara þann tíma? Já, í mánuð. Og ég sagði, ég skyldi koma ef að fjölskyldan mín fengi að vera með. Og það var samþykkt. Þannig að þeir borguðu undir kallinn og öll börnin og mig, þannig heila mánuði. Já, alveg allar fjölskylduna? Já, og það var mjög skemmtilegt því að sko, ég sendi manninu mínu bara SMS saman í vinnunni og ég þurfti bara að svara núna og ég segi, viltu vera með mér í Grænlandi um jólin? Og hann hélt ég væri að grínast og sagði bara, já. Svo bara þegar hann kom heim, þá sagði ég, við erum farið til Grænlands, ég er búin að ganga frá þessu, ég er búin að ráða mig. Og hann var bara að gera svo lærta sér frí í skólanum og við bara pökkuðum niður og fórum. Og þetta var mjög skemmtilegt ferðalag því að við þurftum að fara til Nuuk, gista þar og þaðan flugum við til Narsarsuaq og þaðan sko tókum við svona Sikorsky herþyrlu til Qaqortoq sem höfuðstaður Suður-Grænlands. Var þetta þar? Þetta var þar og þar vorum við í mánuð. Hvað búa margir hérna? Svona 3500. Já. En þeir sinna svona fleiri þorpum í kring. Já. Þannig að allar konur í kring kom og fæða þarna, bíða á sjúkrahóteli og fæða þarna. En ég var sem steinaljósmóðurinn í bænum innan mánuð og engin læknir nema heimilislæknir. Og maður bara standa sig. Þetta var rosalega gaman og við lendum í alls konar ævintýrum. Það var hérna stóri sjór held ég, það heiti vatn sem var frosið, alveg svona þykkur ís og þarna skautum við alla daga. Hundasleiðar og svo á nóttinu vöknuðum við stundum við að ísinn var að bresta og þá kom svona gífurlegur hávaði. Það var bara eins og væri verið að sprengja bergið í kring og maður hrökk bara upp við þetta sko og þá var að koma svona einhverjir brestir í ísinn en hann var samt mjög traustur sko þannig að það var í lagi að vera á honum. Hvernig þótti börnunum? Þeim þótti sko mjög gaman. Elsta dóttir mín var reyndar ekki hrifin, hún sagði sko þú ert að eyðileggja félagslífið mitt með að hanga þarna yfir jólin heila mánuð en þeim fannst ofsalega gaman og þetta var mjög góður tími fyrir fjölskylduna. Við vorum bara að spila á kvöldin, út að ganga, fórum á alls konar jólasamkomur, kynntumst bara grænlenskri menningu mjög vel. Tóku þeir vel? Þeir tóku mig mjög vel og þeir vilja hafa Íslendinga í vinnu. Þeir eru mjög hrifnir af Íslendingum. Já. Og það er kostur, ég fann það að það var, ég græddi á yfir Íslendingur í samanburði við Danina. Þetta er náttúrulega, flest heilbrigðisstarfsfólk í Grænlandi Danir. Já. Danski læknar og ljósmæður og fáir Íslendingar. Og það er svona togstreita milli Grænlendinga og Dana. Þetta er alltaf yfirgangur í dönum, gagnvart Grænlendingum. Já. En ég finn það ekki í okkar samskiptum, Íslendinga og Grænlendinga. Og þeir bera virðingu. Og þú kynnist Grænlendingum? Ég kynnist Grænlendingum bara mjög vel og ég hef líka verið að vinna í Nuuk og þeir passa upp á starfsfólkið sitt sko. Þeir eins og það þegar ég var kölluð út á vaktir, ég fór á hvaða tíma sólarhringsins sem þá var ég sótt. Sjúkrabíllinn sótti mig og kom mér heim. Ég labbaði ekki. Í þessu þorpi sem við vorum í opið fangelsi og það ganga fangar. Já, þannig að þeir passuðu upp á fólkinu. Þeir passuðu upp á mann og það var eins í Nuuk, þar var maður bara taxakort og maður
hringdi bara taxa og borgaði með því. En vinnurðu fyrir sko grænlenska heimastjórn eða fyrir Dani? Þetta er rauninni Dani sem reka allt heilbrigðiskerfið hana. Já. En ég fekk grænlenska kennitölu og fekk launin mín borguð þaðan sko. Já. En þú hefur farið oftar en einu sinni? Já, já. Ég farið gert það og svo hef ég verið mikið í Færeyjum, marg oft. Já, við vinnum okkur í Færeyjum. Já, og ég ætla til þeirra í næstu viku. Nú þú ert að fara þangað? Já. Og hvað ætlar að stoppa lengi? Bara stutt, 10 daga eða eitthvað. Þeir hafa mjög mikið samband við mig. Og til þess að hjálpa fæðandi konum? Já, ég vinn bara á fæðandi. Þetta er semst að nálgast? Fæðingar er að nálgast eða hvað? Nei, það er bara sumarfrí og vantar afleysingar og vantar eitthvað vanan sem að getur, íslenska ljósmæður mjög vel menntaðar, þannig að við getum í rauninni farið við það. Já. Og eins og það, ég líka verið margoft í Noregi. Nú? Það er pínu erfitt, finnst mér. Nú? Já, þeir eru voðalega stífir. Þeir eru svona með mikið regluverk og fyrir svona sjálfstæða ljósmæður sem er heimafæðingum og vilja helst vinna einar einhvers staðar í héraði, þá er þetta dálítið. En þessar fæðingar sem að þú varst með á Grænlandi og í Færeyjum, voru það heimafæðingar? Nei, ég var bara að vinna inn á fæðingadeild. Já. Þar. Já. Það er lítið heimafæðingar í Grænlandi og í Færeyjum. Já, það er það. Já, það en áður fyrir lítur þetta hafa gerst bara í snjósi, sko. Já, en þetta er bara breytti tímar og það tíkast ekki í dag. Við erum rauninni í Ísland með hæstu tíðnin á Norðurlöndunum. Af heimafæðingar? Já. Er þetta sko, hefur það alltaf verið svona eða fer þetta vaxandi eða? Þetta er aðeins að vaxa. Þetta var náttúrulega sko alveg fram til 60 eitthvað var þetta alveg bara 40–50% tíðni fæðinga var heima. Já. Svo eftir 72 þá fer þetta bara alveg niður í 0 nánast. Og svo er þetta að byrja svona hægt og rólega bara upp úr 2000. Já, og þú fyrir að lýsa þessu sko, þú veist að þetta samband konu og ljósmóður verður svona náið og ég vil skapast vinátta í slíku og það er kannski bara traust, það er það sem er kannski líka. Já. Og það er það sem þær upplifa sem öryggi. Já. Þetta traust. Og það sem er líka sko, þegar maður ber saman vinnuna sína heima og inn á sjúkrahúsi, þegar ég er heima, þá er ég bara með athyglina á einni konu. Já. Og það er bara one and one. Það er ekki hringt af annarri stofu og þú ert að hlaupa. Nei, ég er ekki með 10 konur frammi og síman og unga börn og þarf að hafa yfirsýn á alla deildina sko. Já. Þannig að þýlunum til er ótrúlega mikið öryggi að vera heima. Já. Þú ert ljósmóðir bara að sinna þessar einu konu. En þarftu sko, ertu með allt, áttu allt sem að við, það þarf að hafa við og öll tæki og... Sko ljósmæðurfélagið á tösku sem er mjög vel búin. Og hún er bara búin lyfjum og ég get blásið í bad, sogað upp úr því, ég get sauma konu heima, veist, allt svona sem að það gæti þurft að gera í fæðingu. Já. Og svo á ég svona fæðingalaugar, vikt, ennisljós til að sauma. Þannig að það er alltaf að skapa sér einhverja aðstöðu heima til að... Já, en er það búið að undirbúa það? Fæða þær í rúminu sínu eða er búið til eitthvað annað eða? Og veist aldrei hvað að fæða. Þær eru kannski með eitthvað plan, fæði í vatni eða á skólgólfinu eða í rúminu eða eitthvað. Svo bara fæða þær einhvers staðar. Bara fram í eldhúsi? Já, einn fæddi bara stofusófann sinn og þá var maður þess að bara taugsófi. Ég bara skuttlaði undir hann svona undirbreiðslu og það kom ekki dróp í sófann. Og hann er í góðum notur núna ennþá? Já, það er örugglega bara, sitt í honum. Eru konur hafa samband við þig? Eftir fæðingu einn tíma seinna? Já, mikið. Hittirðu þær og sérðu þær, manstu þær hverjar þær eru, þekkjurðu þær? Ég man eftir öllum svona þeim sem ég hef sinnt heima, mjög vel. Já. Að þetta skapast þetta svo óbúslega sterka samband og maður hittir svo oft. Já, sko, það er alveg rosalega orka í því, sko, finnst vera og þú tekur utan skólanám og þú fer í þetta og þú fer til Grænlands og Noregs og Færeyja og ert að vinna og annað slíkt. Þú ert að læra að fljúga. Já, það var bara svona einhver della. Ég bara álpaðist í svona kynnisflug og mér fannst þetta svo gaman. Og þetta var svo ólíkt því að gera. Hafðir aldrei haft áhuga á þessu áður? Jú, horfði mikið á svona flugþætti og leið alltaf vel í ferðalögum á flugi. Já.
bara finnst það ótrúlega þægilegt og bara líði vel í háloftunum og náttúrulega æðislegt að upplifa landi ofanfrá sko. Já. Þú veist, allt annað sjónarhorn. Þannig að ég var bara án í vissa, var ég bara komin í sko einkaflugmannsnám. Og þú ferði í einkaflugmannsnám? Já, kláraði það semst í fyrra og gekk svo bara í flugklúbbinn hérna og var að fljúga í fyrra. Þarftu að safna tímum? Já, Gekk þér vel í bókleganáminu? Gekk mjög vel í bókleganáminu, mjög vel. Gengur þér vel að læra? Já, mér gengur bara Já, maður hefur á tilfinningu, þú mér sko mjög gaman að læra. Já, þetta sko, svo núna byrja ég að ganni mínu í atvinnuflugi og er búin að taka 9 áfanga frá Keili í fjarnámi og ég er 9 af 14. Þú ert langt komin. Já, búin með svona 2-3. Og mér finnst sko, ég gerði þetta meira svona áhuga bara, mér langar að læra meira og ég veit ekki hvort ég ger eitthvað með þetta eða hvað. Allir vegir færir þannig. Málfríður, þetta kostar. Já, ég veit það. En öll hobby kosta. Kostar að kaupa sér hest eða bát eða það. En sko, þú ert komið svo langt. Já, ég bara... Og þú ætlar að klára atvinnuflugpróf. Já, ég ætla allavega að klára þetta bóklega. Já. Og svo ætla ég bara að sjá til. Svo náttúrulega þarftu að fara að fljúga einhverjum tveggjarhreyfla vélum öðru slíku og blindflug og annað. Ég er búin að skoða skóla á Möltu. Dóttir mín er nefnilega með þessa bakteríu líka og er að klára einkaflugi núna í sumar hér frá Flugskóla Akureyrar. Já. Og við erum búin að fara og skoða flugskóla á Möltu sem okkur líst mjög vel á og hún er búin að sækja í hann og er komin inn í hann. Já, er það fyrir sko atvinnupróf? Já, hann tekur allt, hann kennir allt saman. Já, allt saman, en hún ætlar að læra atvinnuflug þar úti og er búin að Þú ert ljósmóðir? Já. Með kennararéttindi? Já. Ætlarðu að sækja sem flugmaður? Veit það ekki. Er það spennandi? Það er mjög spennandi, já. En ég er mjög ánægð í mínu starfi. Þannig að þetta bara kemur í ljós. Þú getur flogið með farþega, kynnt þeim hér í landinu og umhverfinu og svo ef eitthvað kemur þá ertu hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir. Þannig að það þarf ekki nema einn flugmann sko sem getur gert allt. Já, enga flugfreyju, ég get líka að græða. Já, er það ekki? Það er ekki hjúkkur í dag, hvað sem er, flugfreyjurnar. Ég þarf ekki að spyrja áhugamál, þú hlýtur náttúrulega, þetta er ekki nóg. Ég er fullt áhugamálum. Ég er að hreyfa mig mikið. Ganga á fjöll og hjóla og fara á skíði og svona þegar ég finn tíma. Það þyrftu að vera fleiri klukkustundir í sólarhringnum hjá þér. Já, það vantar marga. Er það ekki? Jú. Heyrðu, nú ætla ég að, nú ætla ég að smella þig mynd. Já, takk. Já, kemur svona birta hérna á þig. Viltu fá vangan? Viltu hafa vangan? Hvað er þetta? Hvað er þetta? Nú kemur þetta. Sko. Það er vanginn. Er það ekki? Málfríður. Stefanía Þórðardóttir. Og það kemst ekki eins og fyrir að Þjórská. Svona stórt nafn. Gangi allt í haginn. Takk fyrir spjallið. Sömuleiðis.